sko. Throat singing, hérna í morgunsárið. Jú, þú hefur nú verið að æfa þér. Nei, hvað nú? Hvað heitir þetta þér? Throat singing? Throat, þú hefur verið að æfa þér hérna. Ég ekkert sérstakur í því sko. Hálsinn. Hefur verið að æfa hann? Já. Fyrir? Ég veit ekki hvað er að fara með þessu. Ég sé bara hérna allt þetta rassakurl og hérna, drasti frá Haukur Aroni. Frá Losta hérna? Já, Losti. Já, ég mitt... Nei, ég hef ekki verið að æfa hálsinn eitt. Hvernig er að vera í samstarfi við þau? Þarftu að prófa allt eða? Nei, já, ég vil ræða það bara í þeirra þætti. Þú gekkst eitthvað skakkur inn inn? Þau eru ekki í samstarfi við okkur hér. Nei. Í föstudagsskapinu, kannski einn daginn, hver veit. Herru, það er föstudagur, fyrsti föstudagur í maí. Hvað allir séu svona algengasta sem að viðskipta gánungar er að nota í þessu? Já, allir fjármálastjóra landsins með einhverja rassakúlur? Ég skal ekki segja. Ég kem mér stórlega óvart allavega. Það var eitthvað trend, svona sjáanlegt trend þar á milli. Markastjórarnir held ég að feti þín fótspor. Það var sem gati geirvörtuna. Já. Það er markastjóradæmi. Kæru hlustendur, ég er ekki með gati geirvörtuna. Við skulum byrja á því að árétta það. Tókstu strax úr? Tókst úr? Ég sá myndina. Ertu ekki með þetta helvítiskjaftaði, herru? Föstudagur, það er komið maí, það er gír í mönnum. Já. Það er nokkuð ljóst, búið að vera sumar yfir. Núna er komið samt leiðilegt veður í dag þegar þetta tekið upp. Já. Því miður, en við erum ekki komin hingað til að bladra veðrið, þið getið hlusta á annað podcast, við erum komin hingað til að tala með viðskipti, fjármál. Ég var að hugsa þetta og því ég var hérna á sumardagurinn fyrst í síðustu viku. Já, í vikunni bara. Nei, ég var ekki fint. Nei, jú, rétt, fyrst í maí. Ég var að koma heim úr flugi þegar þetta er og fer að hugsa bara, við þurfum að vera með einhverja staðreyndir. Vissið þú að sumarið er eina 4 árstíð? Já. Vissir það? Varla árstíð hérna á Íslandi, en ok. Já, vissulega. Á það. Og númer 2 sem ég hugsaði, að þetta er yfirleitt heitasta árstíðin. Já. Í heiminum. Herru, já. Takk fyrir þetta, en þú varst vissulega, ok, þú varst erlendis. Þá verður ég að spyrja, fórstu ekki á Jómfrúna? Jú, á leiðin út. Jú. Nú er náttúrulega Viltu ferðarsögu það? Sumarið gengi í garð. Fín ferðarsaga. Tökum það eftir. Það verður búið hafsins hérna á eftir. Nei, ég er með allt annað búið hafsins. Nú, ok. Nei, Jómfrúin náttúrulega, sko, nú er sumarvertíðin að hefjast í flugunum. Allir að fara út, þannig að kælustendur Jómfrúin er stödd í Leifsstöð. Það borgar sig ekki lengur að fara í hérna betristofuna. Nei, í rauninni ekki, sko. Þannig að það er eiginlega bara orðið betra að chilla bara á Jómmunni. Við erum búin að panta fyrirfram. Slengi sig einum Carlsberg, helst einn með, vera að bjóða með sér. Já, það er aldrei einn Carlsberg, það er alltaf 2, manstu? Já, þú tekur einn, en panta 2. Panta 2, alltaf einn, nei, alltaf 2 sig, einn á þig, einn á einhvern vinn. En ef þú ert einn, þá vissulega gengur það líka að bara taka 2. Já, akkurat. Það er alltaf gott. Jómfrúin Leifsstöð, Carlsberg, sömuleiðis, 0,0%. Skuldum við ekki vinnustaf mánaðar? Það er pingjuvottað. Herðu, jú. Við gerum það nefnilega. Já, ertu með skjalið? Ef við ekki að taka það bara fyrst. Varstu komið með einhvern? Já, það eru, við skuldum, sko. Já. Ég sá að það var eitt þarna, sko, ég vil gefa þeim sjátt, Heilsu leikskólinn Urðarhóll, þar sem allar hænurnar, gagandi hænurnar eru. Það fá ekki þennan vinning, sko. Við erum ekki að fara að setja bjór upp á leikskóla. Það væri ekki ábyrg hegðun á okkar hálfu. Nei, í raun ekki. Þannig að hérna, sko, í boði Carlsberg Nei, býtu, nú bankar einhver, býta aðeins. Já, maður sjá. Herru, já, þetta var hann Ásgeir Kolbeins hérna. Já, að trufla okkur. Lætur okkur ekki friði. Heyrðu, þá er það vinnustæðu mánaðarins. Já, vinnustæðu mánaðarins í boði Carlsberg 0,0%. Það er Kilroy. Já. Óskum þeim til hamingju, þau náttúrulega sjálfsögðu skrifuðu hérna góða umsögn sem það er það sem kom þeim í land. Já, og ég ætla að fara yfir það núna. Hér segðu þau, ætti að vera vinnustæður allra mánaða. TikTok for Vibe Check. Fyrir utan hvað allir eru almennt ölþyrstir þá eigum við sterka tengingu við Danmörku og því Carlsberg okkar vinnustæðadrykkur of choice. Meðalaldur undir fertugsaldri sem starfar fyrst og síðast við það að senda ungt og hresst fólk lengra út í heim en Tenerife og Vestmannaeyjar. Já, geggja. Heyrðu, getur við ekki gefið klapp eða eitthvað? Vel að þessu komin. Við þurfum að heyri þessum Ingólfi, heitir hann ekki Ingólfur? Maður sjá, Ingólfur. Og setjum hann í lánshæðismat og kreditinfo. Já, það þarf að vera vottað allt saman. Já. En talandu kreditinfo, þú ert með eitthvað í boði þeirra líka? Já, það er hérna á eftir. Það er nóg framöndan hjá okkur í dag. Heyriði, þáttur dagsins, hann er eiginlega smekkfullur. Já. Það er frétti vikunar, við erum með, sko, return of, einhver
mest umbeðinni liður í sögu pingjunar. Það? Já, það ekki Lífust enginn á að beði? Top 3 vinnustaðar tips? Þetta sko top 3 vinnustaðar grín. Vinnustaðar grín, já. Þannig að það vart í einhver svona soft beefi að þá þetta svona, já, hvað getur tekið upp á, tekið fyrir hendur, sko. Já, bara í svona léttu gríni, þetta mjög létt. Svolítið svona soft version. En ég var að spá, getum við hérna áður við byrjum segja þess að ferðasögu og því ég lendi í fárálegum aðstæðum Ertu með þarna hetjan í hverfinu á standbæ, við erum að spila það Já, maður sjá En sko, algjör tilviljun, ég sést á leiðinni með Sigmar Pál vin minn, hann mannréttinda lögfræðingur Við erum á leiðin til Strasbourg að fagna hérna úrskurðinum sem var fyrir 2 vikum Og það fellur niður ferðin, bara út á flugvelli En Icelandair býðst til að færa okkur til Barcelona Þannig þetta bara svona röð tilviljana Allt í einu erum við bara á leiðin til Barcelona, félagarnir Ekki að spá í þessu mannréttindadómi Sko, endar á því að ég sit þar við hliðina á manninum í vélinni sem að eins og svo oft áður voice-spotta mig Já, einmitt Heyrðu, vilt svo til að hann á nesinu Kannastu þig? Þú fara að giska hérna á eftir Já, byrjuðu, þú varst ekki búin að segja mig það Nei, ég var að bíða eftir það Er þetta hetjan í hverjunu? Já Hann sagði nefnilega ef þetta var endurskýrt í dag þá héti þetta hetjan af nesinu Við nefnilega tölum svolítið þig, sko Ok Og sko, svona jákvæða að þú væri svona eina af þessum fyrirmyndum úr handboltanum sem barn Margir horfðu upp til þín, tengirðu það? Varstu ekki alltaf í markinu? Jú, maður átti einhverja yngri aðdáendur hana Já, svo skrifaði hérna, maður svona aðeins komin í það hana eftir jómuna Hetjan í hverfinu ætti að heita hetjan af nesinu Hér reyndar með, þetta eitthvað svona meira hæpuð útgáfa Já, ertu með þetta? Þetta svona eitthvað remix Já, hann talar hérna kendi honum og félagans fárlega mikið í handbolta Fyndið þeir vissu náttúrulega aldrei hvort þú varst í 4. eða 10. bekk Þú fekst skegg svo snemma Manstu hvernig þú fekst skeggið? Ég var komið skegg í 5. eða sko árið komið mottu í 4. og 5. bekk svona Já, hugsa svona, þú veist svona barnamottu skilur Þetta var alveg allt talað saman Já, svo var ég byrjað að raka mig í 7. bekk sko Shit Þú er svona 10-15 árum á undan mér sko Satt eftir 3 árum yngri Heyrðu, sko, hann sagði hérna Hann var ógeðslega góður við okkur Kendi okkur félagunum að fara í læknisleik Þegiðu maður, hvað er þetta? Jésús Kristur maður Svo var hérna það í fleira Manst eftir South Park atriðinu Scott Tenorman Must Die Besti þáttur í sögu South Park Nei Hann sagði að þú hafi tekið þetta á nesinu og varst segast að selja mönnum skegg sem pungkár þegar þeir voru bara í 3. bekk En sko, svo hérna, svo lendi ég og ég fyrir að hugsa að þessi maður er eitthvað ruglaður og fyrir að verifæða þetta áspjöta hann með okkur flugi og ég segi, getur að verið, þessi maður á leiðinni meðferð til Barcelona þekkjur hann þá var hann að Álftanesi þá var hann að tala Adda af Álftanesi hann fór mannavilt Þannig að ég ætlaði bara að vara við því Það er einhver sækópati á Álftanesi sem með svona sömu áru og þú sá En var í handbolta og allt þetta sko Heyrðu, er það frétt vikunar? Hver var þetta? Má ég gíska hver þetta er? Er hann að nesunu? Hann er á Álftanesi Þetta var rugg Hann hélt að ég væri að tala Adda af Seltjarnarnesi En hann var að tala Adda af Álftanesi Bara einhver gæi sem var skeggjaður Var í einhverju hlaðvarpi Hann er alltaf annað maður Þannig að þú kannast ekki auðvitað með læknisteki Þannig að þetta ferðarsagan Þetta var ferðarsagan Já, takk fyrir það Nei, ég kannast ekki við það að kenna neinum þann leik En það var mjög gott að Áspjöld var með okkur í þessu frí Því annars hefði ég örugglega haldið bara að ég væri með einhverjum pervert hérna í Já, fyrir eftir vikunar Ég er líka með, sko, ég með hérna einhver munur nú eftir í þar síðasta þætti þá fór ég við stórfyrirtæki í vikunar það var Belgia sem sagt stærsta fyrirtæki in-house þarna akkurat Adverb in-house hérna ég sagði frá því síðasta þætti ég ætlaði að gera breytingar náði ekki að fara yfir til síðasta þætti ég er komin hérna með sko í rauninni Marja-Lena hleypti þér ekki að nei, ég vil fara bara yfir sko hvert land fyrir sig og land dagsins í dag er Ítalía við ætlum að fara yfir svona útflutningsgreinar, innflutningsgreinar við erum með líka stærsta fyrirtæki við förum aðeins yfir það líka þó að vera ekki eins ítalegt eins og Belgia hérna, það er bara spennandi þjóðhagfræði já, einhverju alþjóðaviðskipti meets eitthvað þjóðhagfræði þetta er samt bara fróðleikur sko, ég held að fólk hafi nú alltaf gaman á einhverju smá fróðleik ég vona það frétti vikunar, þú ert með nóg hérna en ég ætla, á ég ekki bara að byrja á þessu Ítalíu skiptir einhverju máli að við séum með efnistak í byrjun
heldur að einhver sé að spá í efnistak við erum svo oft, eigum við að segja hvað við erum með því að það er svo oft að gerist að við bara tökum það ekkert sko. Nei, ég veit ekki, það geti að þú veist núna ég er með topp 3 soft vinnustæðagrín og svo er ég með milljónamæring vikunar. Ég held að bara það eitt muni auka retentionið 10% af þættinum topp 3 vinnustæðagrín? Já, ég veit að margir býða sko í öngum sínum. Þetta er cancel material. En það verður í lok þáttar. Herðu, ég ætla að byrja á Ítalíu. Ég ætla að taka af þessu og setja bara take 5 núna. Já, hetjan á nesinu maður. Hann var strákurinn sem kendi okkur læknisleik. Shit. Það er mjög góður. Herðu, þú varst ekkert að selja skeggið eða? Nei, kannast ekki við það heldur. Bara herðu, mjög gott, þú fær bara synda aflaust á sama tíma og ásakarnar dynja á þér. Herðu, það er ekki algengt. Landvikunar er að sjálfsögðu Ítalía eins og ég nefndi hérna áðan. Inga, hvað er að fyrsta sem að kemur upp í hugan þegar ég nefni Ítalíu? Berlusconi, iðnaður, rauðvín. Hvurslags iðnaður? Þau eru í öllu nefnilega. Þau eru með hérna, ég held að séu helviti stóri hérna, hvað heitir þetta? Segir maður textíl. Já, einhver leiti, það er bara svona framleiðsla á fötum eða svona, en svo eru þau náttúrulega ekki síðu þekkt fyrir hérna lúxusvörumerki. Já, akkurat. En það er smá hengur þar á að það er nánast, sko, það eru þetta eitthvað eignahald, en þetta er að mestu orðið svona bara franskt eignahald á þessum lúxusvörumerkjum. Helviti hann Arnaud bara komin í allt. Já, við erum náttúrulega sko þekktustu lúxusvörumerki í Ítalíu eru líklega hérna, við erum með Prada, Armani, Gucci, Versace, Dolce Gabbana, Bulgari, Fendi. Er þetta allt ítalskt? Nei, já, þetta er allt ítalskt. Wow. En það er þetta stórmerkilegt. Við erum sko, hann Bernard Arnault, vinnur okkar hérna hjá Louis Vuitton. Já. Möt Henninghaus, hvað sem þetta heitir, Henningway. House of þau að Bulgari og Gucci, nei þau að Bulgari og hérna Bulgari og Fendi, svo er Kering, annað stórt franskt fyrirtæki sem er með Gucci og þetta er svona, virðist vera ekki lengur í ítölsku eignahaldi þó þetta sé að við svolítið að stofna þar. En er þetta bara stærsti iðnaður Ítala í dag? Ítali er risa hagkerfi. Já, þetta er risa hagkerfi og það er mjög fjölbreytt og ég komin sko ég fann hérna síðu sem að er algjört hagg sko, það sem að hérna er farið yfir þetta og þetta er mjög svona, það eru margir flokkar svona yfir 10% hjá þeim sko, hérna, þetta er mjög breytt. Ég get alveg votta fyrir það að þú ert ekki á Wikipedia síðu þarna. Nei, þetta er ekki Wikipedia. Þú ert ekki að stuðla upplýsinga óreiðu á einn eða annan hátt. Nei, þetta er hérna, já þú veist, ég ekki bara segja hvað síðan þetta er, ég meina þetta er OSC.world, þetta er bara ég er búin að kanna þetta er alveg legit, þetta er bara basically áræðilegasta síða í heimi hvað þetta varar. Það eru stór orð. En hérna sko, auðvitað lúxusvörunar eru ofalega í huga, en sko stærsta útflutningskategórían hjá þeim eru vélar og þá eigum við vélar að sinn sko bara svona machines, við erum ekki að tala við erum ekki að tala um bíla eða þannig sko við erum að tala um í rauninni bara vélar, þú veist, inn í þessu eru tölvur, það eru símar, þú veist, en stærsti hérna, það eru þessar vélar og þetta er sko 22,9% á öllum útflutningi hjá þeim og þar og eftir eru með efnavörur, chemical products 13,1% og ég fór líka veltaði fyrir mér svona hvað einkennir sko Ítalíu, það er náttúrulega vín. Já, akkurat. Það er ekki nema 1,3% af útflutningsverðmætum hjá þeim. 8,3 miljardar bandaríkjadollara. En hérna og þetta er væntanlega bara vöruviðskipti, þannig að ferðaþjónusta fellur ekki þann undir sem kategóri að þarna. Sko ekki sem export. Nei, þetta er bara exported goods, ekki exported services. Ég held það sko, hérna en þetta er í rauninni 151 miljardur bandaríkjadollara í þessum machines, útflutningi. En þú ert doldið að koma aftana með þarna með hérna túrismann, en mér sýnist það ekki vera þetta er bara það sem maður lærir í guðunni sko. Þú verður að sitja, annars er einhver aftana. En svo er hérna textíl er náttúrulega stórt hjá þeim líka. Það eru 36,7 miljardir bandaríkjadollara í útflutning. Mér sýnist á öllu að það sé þeirra svona sjötti stærsti yfirflokkur á eftir hérna machines, chemical products, metals, transportations,
foodstuffs og svo kemur textíl. Herðu, þau eru með 634 milljarða í heildarútflutning, 7. stærsti í heiminum. Sem sagt, sko ekki, þetta er rauninni bara í dollaratalan, skilur. Svo eru þau náttúrulega, þau eru að flytja mest út til Þýskalands, Bandaríkjan og Frakklands. Þessar 3 þjóðir standa undir bara þriðjung alls útflutningsjáðum. Við erum með svo auðvitað innflutning líka, við erum með 671 miljard bandaríkjadollara þar, þannig að það er halli þarna, það er viðskipta halli, en svo má orðið komast, þau eru að flytja mest sko inn frá Þýskalandi, Frakkland og Kína. Stærsta innflutningsvaran hjá Ítölum er það sem kallast mineral product, sem er 22,5% af heildar innflutningi. Það er þá vantarlega eitthvað hráefni í alla þessa efna. Já, þetta er, þú veist, petroleum gas, þú veist, crude petroleum, þetta er í rauninni olía, sko. Það þarf líka að henda kól. Ég held, nú kemur ein feit á mig, hún har sagt hennar. Já, feit, engin spretta. Ég held að sé einhver borg á Ítalíu sem er með hérna second highest migration, þar sé að stærsta hluta innflytjenda frá Kína utan Asíu. Já. Ég held að það sé á Ítalíu. Er það? Ég held það, nema að það hafi verið í Evrópu. Og mástu hvaða borg það er? Nei, bara eitthvað í kringum, örugglega Bologna eða eitthvað svona, sem að mest af efna iðnanum er. Það eru margar litlar hendur að vinna mörg verk. Já, einmitt. Skemmtilegt. Ég held það, hérna, þið takið þetta bara eins og það liggur á. Sko, hérna, svo, já, ég var svona að pikka eitt og eitt út úr þessu, ég komst hérna að því að þau eru að flytja inn, sko, 1% af heildar innflutning er gull, bara gull, 6,7 miljardar bandaríkjadollara. Já, hefur ekki hort á hérna Gomorra þættina? Nei, ok, þá bara nenni ég ekki að segja þetta. Ég er að djóka, en sko þeir eru gullóðir. Þau eru í skartinu mikið, sko, þú veist. Já, sko, bara það sem punkturinn var þessi, að þú horfir á þætti frá Ítalíu og fylgist með innréttingunum. Þetta er ekki eins og Íslandi, það sem allt er hvít, eða svart, eða döll, eða gráir, eða brúni veggir. Maður hefur nú séð Versace, hérna flísandar. Já, ég hef ekki séð það. Er ekki bara gull á þessu, eða? Já, þú veist, bara allavega punkturinn nú sem þáttum, að þú veist bara inn í einhverjum glæpagengja húsum. Það er allt gull, það er gull allstaðar, einhverstaðar, sem að maður sér ekkert nema við erum með hérna gildan páagauk í þessu herbyggi og varst búin að taka eftir honum. Já, þessi, er þetta alvöru gull? Þetta er alvöru gull. Því trúi ég nú ekki, kannski sel ég þetta bara. Herðu, en sko mér varst líka áhugavert að sjá sko stærsta innflutningsvara, þau flytja sko mest frá Þýskalandi, Frakkland og Kína. Stærsta influensivara þeirra frá Kína er broadcasting equipment. Ég held nefnilega fyrst að þetta væri eitthvað svona bara fyrir sjónvarsstöðvar eða eitthvað en nei, þú veist, broadcasting equipment er bara, þú veist, það er allt bara frá útvarpi, sjónvarpi incorporating reception apparatus or sound recording, þú veist, þetta er bara svona allt eitthvað sem að tengist, reyndar ekki símar, það er ekki nýjum, en sjónvarp, útvarp og allt það helst það sko. Þau reiða sig á það frá Kína mikið virðist vera en sko, þá líkur sögunni nú þegar ég er búin að fara við þetta, þá líkur sögunni af þeirra stærsta fyrirtæki. Þetta er ekki sérstök umfjöllun þannig, en ég vil bjóða þér að giska núna. Hvað er stærsta fyrirtæki Ítalíu samkvæmt markaðsvirði? Er Ítalía? Nei. Er það til eða? Ég veit ekki. Ég var alveg blanko þarna. Já, þú reyndi eins og enn. Ítölsk fyrirtæki. Við fórum yfir daginn 14 verðmætustu í Evrópu, ekkert af þeim var ítalsk. Ég get sagt þér að þetta fyrirtæki er Þetta er eitthvað í efnaiðnaðinum, er það ekki? Þetta er 32. stærsta skráða fyrirtæki í Evrópu. eins og staðan er í dag. Er þetta eitthvað í efnunum eða? Nei. Þetta nefnilega kemur óvart því að sko topp 5 stærstu fyrirtækin, 4 af þeim eru annarkvort fjármálastarfsemi eða hérna orku fyrirtæki. Ég er alveg blanko. Þetta kallar minn er Ferrari. Nei. Og talandi luxury brand, skilur, Ítali Kanada, Ferrari er náttúrulega luxury brand sko í bílaðinannum. Heyrðu, þarna skeitar þú inn á eina erlenda frétt sem var að detta í hús. Já, ég skal koma með það á eftir. Skemmtilegt, en sko Ferrari er, eins og ég segi, 32. stærsta skráða fyrirtæki í Evrópu. Magna. Þetta er
samt sem áður ekki nema 7. stærsti bílaframleiðandi heims, vissulega 3. stærsti í Evrópu og eftir Porsche og Mercedes-Benz eru þarna örlítið stærri en BMW, voru nú bara að skríða upp fyrir þá í vikunni sko. En þetta er náttúrulega sveiflast auðvitað eftir dögum sko. Þetta fer bara eftir markasvirði hverju stundu. En svo er nú ekki mikið af fyrirtækjum hérna í Ítalíu sem ég kannast við. Við erum vissulega með Prata hérna í 7. sæti. Sko, svo erum við með hérna Intesa San Paolo. Það er sem sagt fjármálafyrirtæki, það er banki í rauninni. Það er næst stærsta fyrirtæki í Ítalíu. Var ekki Berlusconi í því? Ég held hann hafi átt. Ég náttúrulega hefði mátt gera eitthvað research varandi hann í kringum öll þessu fyrirtæki sko. Já. En þú varst nú búinn að því einhvern tímann. Hann átti í einhverju, hann var komin í alls konar. Já. Svo var vesinn út í hann átt sem mörg börn, hann vissi ekkert hvernig átt að deila þessu. Svo er þetta 3. stærsta fyrirtæki í Ítalíu, heitir Enel, það er einhvers konar svona orkufyrirtæki. Svo erum við með 4. Unicredit, það er fjármálastarfsemi og 5. það heitir Eni og það er svona, já, orku og svo hérna eldsneytis, oil and gas, eitthvað svona. En svo er bara, það er nú ekkert mikið af, ef við skoðum bara svona top 20 fyrirtækin sem að ég kannast ekkert við neitt þarna nema bara Prata, Ferrari og já, that's about it síns mér sko. En hérna, já, en sko, ég held áfram með stöðulinn, mástu ég með stöðulinn hérna í Belgíu. Já. Sem sagt markasvirði á stærsta fyrirtæki per íbúa. Ok. Og hérna sem sagt við verðum að setja þetta í einhverja töflu. Já, ég held utanum með DXL. Sko stærsta fyrirtæki í Belgíu, hérna Anheuser InBev, hérna fyrirtæki, hérna drykkjaframleiðandinn var með sko $10,000 per íbúa. Já. Ferrari er ekki nema $1,275 á hvern íbúa í Ítalíu. Sem er bara, þú veist, þetta er 8-fall lægra hlutfall þarna. Til að fara kannski til að minna á það, ég held ég hef ekki sagt að þá er markasvirði Ferrari 75 milljarðir bandaríkjadólara eins og staðan stendur í dag og þeirra stærsta skráða fyrirtæki að minnstakosti. Þannig að Ítalía, þetta er flott hagkerfi. Þegar maður fór að kynna sér þetta, þau reiða sig ekkert á einhverja eina útflutningsgrein sérstaklega sko. Ekkert eitthvað svona dominerandi þannig þó að þetta sé vissulega tæplega 30% af machinery sko. Voru engar vangaveltur þarna það hversu mikið hluti af hagkerfinu er gráa eða svarta hagkerfið? Nei, svo hefur komið til Suður Ítalíu? Já, svarta hagkerfið er náttúrulega ákveðið þarna á Ítalíu með mafíuna og annað. Já, ég mæli með því að fara til Suður Ítalíu, fara niður til þarna. Þá er kannski ekkert að marka þetta helviti hérna hjá mér. Nei. En svo er náttúrulega líka, svo er annar angi á þessu, það er service export sem er í rauninni þjónustan. Það er ekki gögnum frá 2020 varandi það. Þessi gögn sem ég var að fara yfir með vöru hérna viðskiptin, það er frá 2022, það eru nýjustu gögnin. En svo er svona service exports undir því er, þú veist, financial service 6,4 milljarður, svo erum við með bara svona personal travel, það er 16,5 milljarður bandaríkjadólara. Allt með við 2020, kannski ekki besta árið til að taka í ferðageiranum. hjá þeim sko. Heyrðu, skautum við einu erlenda. Ítalía var náttúrulega illa útileiki sko. Já, það var illa að fara með þau. En þetta er Ítalía í svona á hundavaði. Þú mátt vera með einhver ítölsk lög undir þessu. Já, við náttúrulega söknum þess úr ársendingaþáttunum. En ég ætla að fá að henda mér inn núna. Já, Ferrari eitthvað. Já, sko, Airbnb, þetta er einn erlend frétt, rosalega erlend, ég búið Kreditinfo. Airbnb voru í gær, nei fyrradag, 1. maí, tóku ekki dag verkalýsis, heldur kynningu með nýjungar. Þau voru að lönsa, afsakið. Ég tweetaði. Já, flott tweet hjá þér. Já, takk fyrir það. Ég fekk ekki mikið á mitt tweet. Likeaður þetta ekki? Jú, ég held það. Ég tweetaði mig, fannst svo fyndið því ég var að leita hvar væri opið á 1. maí. Kemur bara ljós, það er allt opið. Já, þetta er bara... Það er svo venjulega og það stóð á einum stað, ég ætla ekki að nafngreina fyrirtæki. Gleðilegan baráttudag verkalýðsins. Í dag mun okkar frábæra starfsfólk standa vaktina frá 10 til 18. Já, akkurat. Þetta var mjög sniðið hjá þér. Ánægði með þetta. Ég var nefnilega sko var að tala um gráa hagkerfið. Það sló ekki gegn. Það sló ekki gegn. Það hefur ekki náð í algoritma. Ég finn það alveg að maður þarf að passa sig á Twitter. Það er alveg sumt sem slæðir ekki gegn. Ég þarf líka að biðja stafsökunum. Daginn tók ég dæmi að vera 20 verkefnastjórar hjá embætti landlæknis.
Ég þarf bara að beða strax afsökunar. Þeir eru við 49 eða eitthvað. Þú veist, ég var bara, úps, ég sagði 20 sko, en það eru 49. Þannig að maður þarf að passa sig. En hérna, sko, Airbnb var á lönsa 9 sem heitir Icons og þetta sem sagt, þau eru búin að vera í gistingunni lengi eins og við þekkjum. Svo eru þau búin að vera í travel. Við höfum örgulega rætt áður. Hefur einhvern tímann, þú hefur ekki mikið pantaði gegnum Airbnb. Nei. Ég var mjög gjarn á það og er. Bara ándjóks aldrei. Ég hef aldrei pantað með ferð og vandamálegu ferðir hinga til og því ég var nú í ferðarþjónustu og þessum bókun að gera var að þetta var oft bara var ekki stability. Þú gæst pantað Arnar einu sinni, hann nefndi bara að vera með eina ferðir daginn, tók peningin og fór á fyllir í. Þú veist, þetta er ekkert eins og Danni og Egill í Gorilla, nei, hérna Veika, að þú veist, það eru bara 10 túrar yfir daginn, bara gætar, þetta er pró. Þannig að það var svona pínu sveita bragur oft á þeim sem varst bóka. Er það örugglega ennþá, en þau voru að lönsa núna nýju og skemmtilegu sem heitir Icons. Og hvað gengur Icons út á? Þau eru að lönsa hérna 11 Icons og þar á meðal að þú getur gist í Ferrari Museum. Og þetta er eiginlega svona bara kall til kvikmynda. Hvað getur maður, þú veist, kalli kvikmynda, tónlistar, sjónvarps, íþrótta, lista og hérna eru Iconi. Þú getur semst gist í húsinu sem var hérna í Up in the Air. Upp hérna. Og svo sé hérna Game with Kaby Lame, hérna TikTok stjarnan hérna. Já, þú getur bókaði VIP með Kevin Hart. Þú getur vaknað í safninu hérna í París sem með Mona Lisa. Þú getur fengið living room session with Doja Cat sem er einhver Doja Cat, var ég að segja þetta villust? Ég veit ekki, ég hef bara heyrt þetta nafn áður. Svo getur þú lifað eins og Bollywood stjarnan Janvi Kapoor eða vart í Chennai á Indlandi. Og þetta er alveg áhugavert og það er hérna Spend a night at the Ferrari Museum þar sem þú getur bara vaknað á safninu hjá Ferrari, færið að taka eitt hring á skúdettunni. Og þetta er ekkert eitthvað virtual reality dæmi, þetta er bara alvöru. Nei, það sem ég skil ekki er að most icons are free, þetta er sérst frýtt, en aldrei dýrar en $100 per gest. Svo er einhverju 4.000 gullmiðar gefnin út árið 2024 sem er grunar að sé að þetta er eitthvað til þess að fá með Kevin Hart, þá er það kannski bara 10 gullmiðar eða eitthvað. En svo áreglega eftir að spretta upp hellingur á 9. Það sem ég langaði að koma inn á er, hver ætlar að vera fyrstur á Íslandi með eitthvað icon? Þú veist, er það bara drink tea like Björgólu Tór? Það sem að mér dettur í hug náttúrulega bara svona eitthvað sem er líkast þessu hérna á Íslandi bara eitthvað fáðu senda ammæliskveðju frá einhverjum. Þú veist, það var náttúrulega eitthvað sem var í gangi. Það er náttúrulega ekki upplifun að ferðast á landinu. Nei, það er ekki ferðaupplifun, en ég er að segja bara svona eina sem hefur gert eitthvað svona á Íslandi bara tengt. Já, skilji, en ef þú ættir að hugsa aftur, klipptu þetta bara út, þetta ógeðslega heimska dæmi sem þú sagðir, eitthvað að ferðaklippu. Hvaða Íslendingur er fyrstur inn með Icons og Airbnb? Hvað er iconic? Er það bara að fá að gista í kjallaranum hjá Björk út á Ægisíðu? Það sem ég er að segja, ég sé eiginlega bara ekkit iconic. Ekki? Væri það Björk þá? Já, kannski. Eða þú veist, eða það er bara svo fáir Íslendingar eitthvað frægir hérna, utan Íslands, sko. Þetta er náttúrulega ekki líka bara, ég meina, þetta er Ferrari Museum. Gæti einhver fengið að bara vaknaði í tippasaminu. Er þetta ekki bara allt í boði nú þegar? Bara eitthvað Bláa lónið og þú veist. Já, eitthvað tengt Bláa lóninu kannski. Heitur nótt í Bláa lóninu og... Hvað eru, eitthvað með Laufey? Farða á engatónleika með Laufey? Clinton-túrin á Bæjarins bestu. Eða hérna Bobby Fischer setrið á Selfossi. Ég meina það er fjölsótt. En ég bara skil þetta ekki, þú veist. Konseptið? Bara Kevin Hart. Já, bara við Kevin Hart is taking you inside his member only live lounge, eitthvað. Já. Á hann bara verið í fullri vinnu við þetta núna? Nei, ég er mitt sama. Er þetta eitthvað einskiptis viðburður eða þú veist? Ég bara átta mikið á þessu. Þetta er svo ódýrt. Er hann orðinn launþegi á Airbnb bara? Já, virðist vera. En það er eitthvað, einhvers staðar er kotturinn grafinn. Já, ég veit ekki. En hérna, mér var skemmtilegt. Og þið getið vaknað á Ferrari-safninu að þið eru fyrir það. Fannst þér ekki dálítið gaman að þessum ammæliskveðjum hérna hjá frægum Íslendingum? Nei, hvað var það? Borgaðir þú ekki fyrir þannig upplifun? Ertu að tala hana síðurnar sem komu og fóru? Já, borgaðir eitthvað 20.000 kall eða eitthvað fyrir ammæliskveðju frá frægum Þetta var bara copycat af hvað heitir úti? Já, þetta erlendis Nei, ég Vinur minn fekk ammæliskveðju frá William Hung sem var í Idolinu. Alveg rétt, já.
Var það ekki Auðunbragi eða? Nei Ég held að hann var mjög virkið, þetta svona hugmynd fyrir hann Hann hefur mjög gaman og svona Auðun með einu Herru, við þakka fyrir þetta, allt í búið Kreditinfo Já, passið ykkur á lánshæfismatinu Það eru ýmsar leiðir fyrir fyrirtæki til að laga lánshæfismati Ég obsessed á þessu Ég veit ekki hvað þú hefur Þú veist, ég er ekki að tala fyrir persónulega Ég er að tala fyrir fyrirtækin Og það eru margir sem halda að séu bara komnir í einhverja djúpa hólu eða þeir eru ekki með A eða B En það fullt hægt að gera til þess að tikka upp listan Einfaldasta triksið bara, þú veist, í gegnum tíðina að borga allt á eindaga Ef þú kennst upp með að borga allt á eindaga Góðum málum Mjög góðum málum Þannig að ég myndi ekki vera hræddur Það sennilega bara svona besta tipsið í þessu Já, og þetta er bara fyrir reynda, skilur ekki fara í vanskil vanskil, ekki fara yfir reynda En sko líka, þú veist, það margir eru ofta eitthvað svona greiðslumat, akkur einhver með lánshæfismat mig Þú veist, þetta er bara smurning á bílinn Þú veist, þetta heldur hagkerfinu gangandi Bankarnir væri ekki að lána á jafnhröðum tíma þeir eru að gera ef það væri ekki svona gott aðgengi að upplýsingum þá sem eru kannski góðu skuldarar og slæmir Gagnsæi og skilvirkni Við tölum fyrir því, það eru gildi pingjunar Og ég nefnilega með smá hliðasögu með þetta með Milljónumæning vikunar Hann er svona nettur Kreditinfo Brasilíu sko. Ok, skemmtilegt, tökum það eftir Þetta með einhver aðra frétt Nei, ég bara segja gagnsæi og skilvirkni Það eru gildin okkar og sömuleiðis væntanlega gildi Payday Það eru núna skriðnir yfir 5.000 notendur Það er nú eiginlega bara vöxtur og heimsigur á þeirra gildi Já, það blómstrar allt hérna hjá þeim og þú gerir hlustandi ef þú ert í leit af einhverju góðu reikningasystemi, bókhaldskerfi Payday er lendingi fyrir þig Bókararnir er alveg óðir í þetta Þú munt aldrei sjá eftir því Það liggja bara á hurðinni hjá þeim Sér það, þau kom Payday kærlega fyrir samstarfið En Yngvi, ég ætla núna, sko, frétti vikunar Ég ætla að byrja í Argentínu, ég ætla bara að henda mig strax í þetta mæli Og það eru jákvæðar, það eru stórkostlega frétti þaðan Javier Milei, við fjölluðum náttúrulega jákvæða afkomi í janúar í einhverju þætti okkur í febrúar En nú hefur komið ljósa að allur fjórðungurinn var jákvæður sem nemur 275 milljörðum argentískra pesoa sem gerir 44 milljarða íslenskra króna Og, sko Býtu, var þetta komið í krónur? Hvað var þetta í dollurum? Ég reyndar Þú reiknaði það bara Þú góður að reikna í beinni Sko, það hefur ekki einn ársfjórðungur verið í plúsarni í Argentínu frá árinu 2008 Ekki einn Og núna, hann er búin að vera frá því nóvember í embætti Hann er búin að snúa sér strax við Þú veist, sem segir okkur að þetta er geranlegt á svona stundum tíma Og þetta er vissulega ekki stórt hlutfall af svona þeirra verkri landsframleiðslu Þetta er 0,2% En fjandinn hafaði réttu megin við núlleðarna sko Og hann lét hafa eftir sér hérna í ræðu sinni þegar hann tilkynnti þetta Ég ætla að lesa þetta á ensku If the state does not spend more than it collects and does not issue money there is no inflation This is not magic Hann er bara, þú veist, hann er bara að taka til þarna og eins og hann segir, það er engi galdrar, það er bara hard work og segja upp konunni og ef það skerist örf, gerði hann það ekki? Jú. Skildi hann ekki bara við konu? Jú, það var svona síðasta sem kom frá okkur. Jú, þetta er þessi gæi, bilaði maður, ég elska þetta. Það þarf einhver að... Það er allan að vera að snúa þessu við hérna í Argentínu og þetta er bara svona í alvörinni einhver helsta tilraun í núna, bara á seinni árum, nýfrjálshygjunar. Já. Hvað er þetta að gera? En þetta er líka, það þarf einhver að borga flugvél fyrir hennar mann bara til Íslands að taka létta ræðu hérna fyrir ríkisstjórnina. Sástu, ríkisstjórnin var alltaf að fá fallengun. Hvað kom fram? Gagnsæi, opinberum fjármálum, ábótavant. Tímabundin útgjöld á tilhneigingu til að verða varanleg. Það er nú svona 1, 2 og 3. Hvað er langt síðan að ríkissjóði var ekki með halla? Sko, það var ekki 2017 held ég. Já, ok, við erum ekki alveg til 2008. Þú veist, það er minna aðhald í ríkisrekstri á Íslandi en í samanburðarlöndum. Sko, nú spyrðum ég í beinni, ég hef sko ákoma ríkissjóðs eftir árum, sko, ég held með minnir að það hafi verið 2017. Það er kannski óabyrt að mér að kasta þetta fram. Já. En allavega... Já, ég nenni ekki, þú veist, þetta er bara... Þetta er eiginlega sorglegt hvað okkur gengur illa og þarna höfum við ljós í myrkrinu til að sýna að þetta er hægt. Það þarf bara að skera svolítið niður. Algjörlega, þið sjáu það Argentína hafi verið með Milei, hann er að taka á hann stóra sínu þarna. Að því sögðu, fyrir þá ríkistarfsum sem er að hlusta núna á Sagaklass, fáið ykkur sjampóið, njótið lífsins, þetta er gaman með að varir, svo bara komið heim og tekst á í raunulega. Algjörlega. Það er svona 5% okkar hlustendum eru
svona alvöru embættismenn sem elska svona gilt að hlusta á okkur þegar þau eru í háloftunum. Mér hefur alveg sagt það. Já, það málið það? Svona þau fá kikk út úr því að sem vera að skjóta á þau þegar þau eru í sagaklassa sipp og sjampónu sínu. Út í að þau eru ennþá að fá punktana. Það var ekkert gert í því. Þau áttu bara að tala að taka punktana en það var ekkert gert í því. Þannig að bara njóta. Skál til ykkar. Herðu, maður sjá, ég búin að týna þessu. Hérna var það, sko. Ekki týna þræðinu. Nei, ég ætlaði að fara, sko, þú veist, talandi Icelandair. Vildi bara benda á það eða bara flugfélögin samningarnefndir félagsflugstarfsmanna ríkisins og sameiki stjættarfélags í almannaþjónustu hafa búið til verkfalls sjáðu til það náttúrulega það hefur leitt til þessara niðursveiflu flugfélagana síðustu daga síðan fjármálatips gjössalega undirlögð fólki bara hvað að gerast með Icelandair það allt vitlaust að þeirni og ég spyr að því sama en vissulega skýringin auðvitað svo núna á þessum tímapunkti að það er búið að hóta þessu verkfalli og það náttúrulega á ekki aftur af þessum flugfélögum að ganga Er þetta flugmenninni þá? Nei, það sem er í gangi núna er bara flugmála starfsmenn ríkisins ég held, ég er ekki viss hvort að við séum með hvað heitir þetta flugumferðarstjórna Ertu viss um það? Nei, ég bara var að spyrja þig sko En það liggur fyrir bara verkvall og í þessu töluorðinu þegar þáttur er tekinu upp þá er einmitt kosning félagsfólks í gangi þannig að þessi þáttur kemur út með niðurstöðu vantilega liggja fyrir og þú veist tölum bara mannamáli það er búin að vera samningsviðræður frá því september síðastliðin svo við erum líklega bara að fara að sjá verkfall verða veruleika þú veist það er lítið því til fyrirstöðveldi á að standa yfir frá 10. til 20. maí á 4 dagsendingum þetta er alveg óþolandi helvíti sko og ég var nú með prógramið á þessu er þetta sko þetta er í rauninni starfsfólk sem sinnir öryggisleit þetta er farþegaflutningar þetta eru öryggisleit og farþegaflutningar sýnist mér svona, gott bara svona learn by doing áður en að maður fer og kastar einhverju fram þannig að þetta virðist ekki vera flugumferðarstjórandi núna en þú veist, þetta er flugfélög er undir stanslausi hríðskota árás og það er alltaf bara þessi ofurhagnaður ég stend mína vakt að sjálfsögðu í bláa hernum sem fyrr þú stendur með boga yes, herðu taka eitthvað léttmyndi þú veist, flugfélögin, ég er með smá punkt þetta líka, ég meina, hann var að segja upp fjármálastjórin hjá Play Ólafur Þór uppsögning kemur náttúrulega stuttu eftir að 3 milljarða tap á fyrsta ársfjórðungi lág fyrir þannig að þú veist, ég veit eiginlega ekki hvað skal segja með Play það þurfa auðvitað einhverjir frekar sérfræðingar að svara fyrir það sko, bara hvað er í gangi erum við bara að fara að sjá hlutafjárauningu út í óendanlega voru náttúrulega komin í svona smá lausafjár það er sem sagt í lok fyrsta ársfjórðungs 2,4 milljarðar en svo fóru þau í aukningu á hlutafjö fengu inn á það 4,6 milljarðar eins og frækt er orðið og þú veist útlitið er ekkert sérstaklega bjart einhvern veginn, ég veit það ekki það er auðvitað að segja, en fyrsti ársfjórðungur er náttúrulega alltaf erfiður, við vitum það en ég skal ekki segja og fyrsti ársfjórðungur er yfirleitt vetur sem er fyrsta árstíð sem er ein árstíð ein árstíðin herðu, en já, ert þú ekki með eitthvað líka? Herðu, við ætlum að tala um öðlingin auðjöfurinn þetta er lágvarður fjártækninar eins og ég kalla hann Eduardo Pontes ég er búin að hóta þessu í marga vikur og er þetta í samstarfi við Teia? Þetta er stofnandinn þetta er stofnandi Teia þetta er gott fólk lágvarður fjártækni hér á landi er ekki lágvarður að hæsta sig og kennst í lágvarður? Ég var svona að hugsa mér finnst það sæmandi að hann væri kallaður lágvarðurinn er það ekki, þú veist, Lord? Ég veit það ekki Jú, hann er Lord of Fintech segðu það bara, það er mjög gott þið takkið það eins og þið takkið sko, við fáum að njóta krafta hans hér á landi í dag en hann hefur ekki verið á Íslandi alla tíð nei þetta var löng engisbreyting já, ég vildi lefina ef að stumma hans er fættur hér herðu, nei, hann er fættur hann er 44 ára þú mátt umreikna fyrir mig í daga hvað hann er búin að lifa marga daga
Hann væntanlega fæddur þá 1980. Já, Hann fæddur 44 í dag. Einfaldur reikningur. Eduardo Pontes útskrifaðist við Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro árið 2000. Já. Þá var hann að læra data processing. Já, hann útskrifast þess að tvítugur úr háskóla. Já, það er unreal. Þú veist, ég meina, það sem ekki bara normið? Alls það annars það en á Íslandi? Ég held að. Sko, hvað gerir maður sem ungu maður í Brasilíu að lokna námi árið 2000 ég veit það ekki. Bæti við, hann tók MBA-gráðu í netviðskiptum frá Fundação Getulino Vargas sem hann lauk á innan við ári árið 2001 og svo setna á lífsleiðinni láleið hann sé eitthvað prógram hjá Harvard. Já, við erum að tala um Harvard. Það er reyndar aðeins búið að gengisfella Harvard á síðastliðnum árum. Já, bara þessa bandarísku háskóla þannig. Það er ekki töffið lengur sko. Æ, ég veit ekki. Heyrðu, sko, samkvæmt LinkedIn þá var Eduardo analisti samhliða náminu þar sem hann vann í alls konar öryggislausnum og hann virðist svona hafa verið að vinna sig upp snákastegan allt til ársins 2005 þegar hann, eins og mér fannst hann segja, steig út fyrir þægindaramann og stofnar fyrirtækið Braspag. Braspag var greiðslukortafyrirtæki fyrir latnesku Ameríku eða hvað ekki bara Suður-Ameríku? Bara Suður-Ameríka, Latin America. Stefnan var skýr. To facilitate smoother, more efficient transaction processes for businesses of all sizes. Hann með færslublæti þessi. Færslublæti er eiginlega bara hárrétt orð. Sko, Braspag var eiginlega ekkert annað en velgengni, svo herra Pontes leiði fyrirtæki inn í heim lánshæfis einstaklinga með stofnun fyrirtækisins NetCredit árið 2007. Þetta er raðfullnæðinga frumkvöld, hann hættir ekki NetCredit og það var bara á þessum tíma þá var svo mikið vesen að vinna úr lánsumsóknum og öðru þannig að það þarf einhvern miðlaðan aðila til að halda utan um þetta þannig að það verður fljótara fyrir okkur hérna að fá lánin svolítið eins og kreditin fóð hérna heima. Þetta er áhugaður heimasíða hjá þeim í dag hérna. NetCredit, já. Sérstaklega tröstuvíkjandi Nei, ég held að það sé búið, þetta er allt komið undir í annað. Sko, stafræna bólinir fyrir einstaklingar sem eru að leita að lánshæfi. Sko, það má eiginlega segja að stóra brekið, hann hafi velt þessu stóra hlassi, þessu stóra steini árið 2012 þegar hann er meðstofnandi í Stone Pagamentos sem var og er færsluhyrðir. Þarna kemur stóra stökkið því að Stone tók Brasilíu með stormi, við erum 2012, hann er 32 ára. 32 þannig, já. Kom með reynslundi beltið. Undir handleiðslu Eduardo Pontes breytti Stone því hvernig fyrirtæki í Brasilíu sá færsluhyrningu og sá netlausnum fyrirtækja. Samt það sem þau gerðu nýtt, sem hafði aldrei verið gert áður, var executionið. Því á þessum tíma í Brasilíu var ekkert fyrir, þetta var eiginlega bara peningar og eirar. Þeir fara í svo kallega sales hub strategy, þar sem setja upp svona litla hubba út alla Brasilíu til að búa til personal touch. Þannig að hver gerði þetta aftur líka? Ég er ekki viss sko. Þú hefur tekið einhverja svipaða strategi eina sem að mér verður alltaf hugsað til á Íslandi fyrir execution sem ég finnst svolítið svipa á þetta er Nova. Já, þegar Nova var með einhverjum svona strumpastanda þú veist, þeir voru ekki konum með búð heldur var þetta bara eins og einhver lítill counter. Já, Kringlandsmárulinn, Selfoss í raun þú veist, þó það sé búð en þetta er svona þetta voru svona strumpastandar bara og þú varst að hitta þarna ungt og vel grætt sölufólk sem þú komst síðan að seinna meira var bara á endalausum sölubónusum fyrir sjómvörp og allan fjandan. Jú, söluhæsti fæði sjómvart eða hjóli eða hvað það var sko. Ég meina það er held ég ekki feluleikur með það sko. Nei, en þú veist, ég bara skildi aldrei grettuna bara hvað þau eru góð í að selja en þá voru þau bara að keppast við að ná inn númerum sko. Nóa, við þekkjum það allt sko, allavega hann þetta er það sem þau gerir í Brasilíu, setja upp alls konar litla höppa búið til personal touch og það er svona einhvers konar svona ownership af þessum litlu lokal aðilum að þeir svona einhvern veginn, heyrðu, þetta er mitt svæði og hugsaðu vel sitt þetta svingekk það var líka unheard of góð þjónusta í gangi og þau voru með KPIs í þjónustuverinu hjá sér þar sem þjónustulofari var að svara innan 4 sekúndna ef það kom símtal. Og stóðu við það? Heyrðu ég hefði látt að mæla, ég var svona 4,5 mínútu að ná í sýslumann út á landi í gær. Ég var bara ónefnt fyrirtæki beið á línunni klukkutíma daginn sko. Er til eitthvað sem heitir þjónustustjóri ríkisins sem er bara svona komplett bara mæla hvernig þjónusta er á mismunandi stöðum? Stórlega ef að
Hvað myndi gerast eða kemur núna póstur frá BBN bara niður alla línuna heyrðu, það þarf að svara öllum símtölum innan 4 sekúndna Ætli við myndi ekki ráða svona 59 millistjórnendur Já, það er reyndar rétt það fær ekki vel Það fær ekki vel Freka býði í hálftíma Já, þau allan að masteruðu þetta 6 árum síðar, þú veist, hann stofnar þetta 2012 6 árum síðar IPO-ar á Nasdaq verðmiðin $8,8 Þú getur flettið með upp Stone Pagamentos, hann áheldi ennþá 10% Okkar maður metinn á 2,2 síðastir kíkti 2,4 Hvað gera menn 2018 þegar þeir ná fyrsta B í vasan, Arnar? Það góð spurning Einhver myndi segja hóru og kókain Annar myndi segja Ekki það sem ég var að leita Annar myndi segja fjárfesta þessu Þeir búið til næsta Já, ég segi það, reinvest Já hugmyndina Stones, hugmyndafræðin allt sem hann var búin að byggja upp hann vil koma með það til Evrópu Eduardo iðinn og vel liðinn svo hann hættir ekki, heldur gefur í árið síðar verður til fyrirtæki SaltPay sem tekur konseptið sem var bak við Stone og er núna umbreyta Evrópu eins og búið að gera í Suður Ameríku það er svo síðast árið sem SaltPay verður teygja en fókusin hefur alltaf verið á litla til meðalstóra frumkvöla sem í þörf fyrir einfalda lausnir fyrir færsluðningu Þetta king of reinvest sko Hvað er þetta ekki rauninni Já, bara þjónustan og engin falling gjöld þú þekkir þetta maður er bara búin að lifa fyrir þetta og við erum að njóta ávöxtunar í dag Við gerum það hér og allt undir nafni Teija Eduardo Pontes, takk fyrir okkur Þökkum Teija líka kærlega fyrir samstarfið og bara svona til að rétt aðeins impra á því og þá er þetta bara fyrir fólk sem að er til dæmis að fara að byrja með posa í verslun það er mjög einfalt mál að fara í viðskipti við Teija Posi, það er engin falling gjöld ef þú ert með útlendinga sem sagt ferðamenn og átt mikið af erlendum færsluhyrðingar korta frá Asíu annar staðar þá þú ert að borga sama gjaldi alltaf það er engin álög eða annað þannig að þetta er bara komandi dýran eins og eru klætt Gagnsæi þar og það er líka gagnsæi smartinum hjá Öskju það er verið að kynna núna nýja línu Hvað er með það? Nýr og spennandi smart #3 Forpöntunin er hafin hérna á askja.is Svo er náttúrulega fullt af öðrum smörtum hérna það er sko Það er gott að eiga línuna Já, svo er náttúrulega verið að benda á 900 króna styrkin sem er auðvitað bara, þú veist, framlenging af Það stendur eiginlega bara í nafninu að þú ert smart og kaupir smart og þá nýtur þau þennan styrk þannig að Ekki spurning, við þökkum smart kærlega fyrir og refurum biður kærlega hilsa Heyrðu, what? Hvað? Hann er bara á 5 og 8 Þú fær ekki Smartinn? Já, þú fær ekki svona bíl undir 6 milljónir í dag, ég held ekki Ódýrasti Þetta er bara Smartinn, ásinn Já, þau standa fyrir gott verð góð gæði Shit eins og ég sagði, gagnsæi Sjá einhverja víkinga hérna á sem appi sínu gula maður Smart Þessi Það er heldur smart Þú ferð stoltur árbæðin á þessum Þetta er fylkisbílin Heyrðu, geggjað, kaupið ykkur smart Bestseldi bíldin í haust, ára með þetta Heyrðu, svo eru, sko, ég veit ekki Ég er með fleiri fréttir hérna Ég rak augun í það hérna Hann Haraldur Þorsteinsson Nei, Þorleifsson segir Hann er að loka Önnu Jónu segir það mikinn létti sko, þarna langar mér náttúrulega bara að kasta fram þessari pælingu með bara sko ef að þessi gæði getur ekki haldið veitingastað opnum sko, þá er ansi litla líkur og aðrir gera það sko því að ég myndi segja að hann væri svona tapþolnari heldur en margir hverjir en ég meina að reksturinn var bara ekki sjálfbær þannig var það flottur staður samt ég mist sorglegt að sjá hann fara með skilstan hafi verið dálítið dýr ég fór ekki á hann sko en ég heyrði að hérna maturinn þá já þetta væri dálítið dýrt þarna en þú veist þetta er líka high-end staður sko þannig lúkkaði þannig en hérna það er verið að þrengja veitingahúsa eigendum sem aldrei fyrr núna síðustu árun þannig að þetta er ekki langlíft Ætlar að sitja á time to say goodbye nei hann er ekki búin að vera nóg lengi staðurinn í gangi til þess þetta er í rauninni já, þetta er bara 1 ár sýnist mér sko eða svo, já þannig að, en eins og ég segi, þetta er sorglegt að sjá þetta farað, þetta var fýtt staður lúkkaði vel, ég fór aldrei innsamt en labbaði þetta fyrir utan sá fólk á stefnumótum og svona einhverjum fleiri ástalótum Já, þetta segir manni tvennt, held ég djöfisins hark er örugglega vera með veitingastað og sama hver þú ert eða hvað þú gert í lífinu
Þetta ekkert auðveldara þótt þú hafir haft success í öðrum business. Nei. Veitingastæður bara nokkuð grimm lögmál, virðist vera. Já. Og hinn leksían, djöld tekur maður hattinn ofan fyrir þeim sem að endast í þessum rekstri ár eftir ár og ná að gera það vel. Eins og apótekaramafían, ekki mafía heldur kartellinn, þetta er Sushi Social apóteki og allt þetta. Já, þeir Tres Logos og þau virðast hafa hitt einhvern veginn á einhverja taug, sko. Já, og bara eru með þetta alveg upp á 10, hvernig á að reka þetta, góð matur, lítið kvarta, held ég, en þannig maður tekur hattinn ofan, en svo fagnar maður líka frumkvölunum sem mistekst, því að þeir læra þessu og fara að gera eitthvað skemmtilegra næst, sko. Ég held að, hann sagðist að hafa haft gaman að hanna staðinn, hver veit nema að það verði bara næsti plattform fyrir hann, hanna veitingastæði. Já, hanna veitingastæði, veit það, hann náttúrulega vann sem hönnur, eða þú veist, fyrirtækið þess Bueno, já, akkurat. Var þarna eitthvað svona hönnur, hann er í grunninn hönnur. Hann tekur bara góða reynslu úr þessu, örgulega. Já, herðu, svo erum við líka með, stórbrotna fréttir úr búðum Alvotech. Ég veit að netbankakúrekarnir, þeir vilja fá þessa frétt, þeir taka þessu fagnandi, þeir voru að gera samning við bandaríska heilbrigðistryggingarfyrirtækið Cigna. Cigna eða Kigna, eða þú veist, þetta er Cigna. Og sko, þau eru að fara að bjóða upp á þetta lyf þeirra, eða þessa hliðstæðu, gigtalyfið Humira, og þau eru að fara að bjóða frítt til viðskiptavina. Og þetta er náttúrulega risastórt því að sko Cigna Group þetta er móðurfélag meðal annars Agredo, ég held að maður byrja það þannig fram. Það er önnur stærsta sérhæfða apótekskeðjan í Bandaríkjunum, velta félagsins fyrir að voru 60 milljarðir bandaríkjadollar. Agredo. Þannig að það eru spennandi hlutir að þessi stað þarna, við fögnum þessu og netbankakúrekarnir taka þessu væntanlega líka fagnandi, kemur óvart, það eru margir þungir þar. Bæði eftir að hafa búið þarna og komið í heimsókn. Ég fór alltaf bara í Walmart eða Walgreens í apótek. Já, ég skal ekki segja, sko. En þú ætlar að... Kannski ég ekki þýðið. Nei, en þú ætlar að vera með herru, ég vil koma að Síminn Pay. Já. Og minna hlustendur á það, að núna er að koma ný lausn hjá þeim. Rafrænar beiðnir, kreditkortin, allt í lockdown. Þetta er brilljant lausn upp á það að gera, sko. Við erum með, þú kannast við þessar stýringar á kortunum. Hérna getur við bara búið til kort á eitt starfsmann, gefið honum ákveðna heimild, svo reykur hann, lokaði innan einhvers ákveðins tímaramma. Þau ná mér strax þar. Já, þannig að sko þetta er brilljant lausn og eins og ég segi líka rafrænu beiðnirnar, það hefur verið mikil höfuverkur. Þetta er bara stórfyrirtækjum að vera að díla við þetta. Já, þetta er orðið leikur einn hjá Símanum Pay núna. Svo er þetta líka, þetta er einhver skilvirkni til bókaras og annað. Þú tekur mynda kvittun, vistar það inn í hugbúnaðum. Þannig að þetta er stórkostlega lausn frá þeim. Hvet ykkur til að fara inn á símin.is/símin-pay, þar getur þú ítt á hef áhuga og þá sendur upplýsingar bara um þitt fyrirtæki og fleira og þau hafa samband við þig. Ekki held ég nú að væri hrifin af þessu og væri hjá einhverju stór fyrirtæki með risnureikningin á Kjarval að pantaði kampaðin allar helgar maður. Væri ég ekki hrifin af því? Nei, þú veist, þá væri Síminn Pay, þá væri bara einhver bókari með það á lockdown, bara Arnar. Þú veist búin að kaupa svona 7 kampaðinslöskur í þessum mánuði, sko. Nei, þú veist, þetta er bara auka skipulag, þú eigur skipulagið og skilvirknina í leiðinni, sko. Það er bara ekki spurning. Komdu taumum á vitleysingarna, Síminn Pay. Er það ekki nýtt slógan, eða? Heyrðu, hvernig skráðum maður þessi? Þú ferð inn á Síminn Pay, íti bara hérna, hef áhuga. Já. Þú þarft að senda beiðni fyrstum sinn núna. Já. Það er svona testing í gangi. Gera fíkilinn háðan. Þessi lausn mun, hún mun umbylta fólki, umbylta bara ferlum hjá fólki sem er í fyrirtækjarekstri. Já, ég er búin að sækja það er bara að fara að henda mér inn. Já, það kom Síminn Pay fyrir, en nú er komið að þessu. Þau ekki að taka topp 3 vinnustagagrín, soft version, og ég er að hugsa að breyta, sko, ég var með öll dæmin tengt Sjóvá. Ég er að henda þið bara yfir á Síman Pay í staðinn. Þannig að þetta verður svona svolítið þeirra liður, sko. Ok. Já, þannig er nefnilega mál með vexti, sko. Þetta er soft version. Já. Þetta eru 3 svona vinnustagagrín. Ok. Hvað er stærsti vinnustagur sem þú hefur verið á? Sem ég unnið á? Já. Ætli það sé ekki Íslandsbanki? Já, þetta hefði verið mjög gott þar. Þú hefur alveg verið í S-inu þar með þetta. Sko, fyrsti er svolítið svona... Hann er svolítið svona, þú þarft að fá toppana með þér í lið. Já. Þetta er false alarm pósturinn. Ok. Segjum bara að þú sést á einhverju deild eða einhverju sviði og þið viljið ná einhverjum félaga, þá er þetta svona skemmtilegur hrekkur en yfirstjórnin verður að vera með í tuskinu. Annars virkar þetta ekki. Ok.
og ég tók hérna dæmi sko þannig að bara þú fær mannustjóra með þér eða einhvern annan svona, þú veist, markastjóra eða einhvern topp til þess að senda post á framkvæmdastjóra en setur óvart alla í CC eða BCC. Já, það annars hefur nú gerst. Já, dæmi, en sko textin eiginlega það sem skiptir öllu sko, segjum að við séum hjá Simon Pay og ég ætlar að hekja þig þá sendi ég bara hérna kæri, orri og yfirstjórn. Við vorum að fá þær upplýsingar að Arnar Þór í þjónustuverinu klámfíkill og pervert. Hún verður sagt upp umsvegarlaust í hádeginu á morgun. Kær kveðja Þórun. Og þú veist, þú sendir þetta á allt fyrirtækið. Fólk verður að passa það náttúrulega áður að ræðst í þetta verður ekki rekið sjálft síðan. Já, þú verður að vera með alla með þér, sko. Og þetta er soft, skilurðu? En finnst þið ekki nokkuð soft? Já, þetta er alveg skemmtilegt. Já. Og svo myndur bara leiðrétta þetta daginn eftir. Þannig að gæinn er bara með kúkin í buxunum hann alla nóttina og þetta virkar alveg best í stóru fyrirtækjunum. Skilurðu? Já, þá ertu með svona 300-400 manns bara. Það hefur verið erfiðar í áttunni ef að þú hefði sendt post á nökkva, plóter er pervert og kynlífsvíkill og... Það hefði allir átt að segja á því sko að það væri grín. Eða ekki, ég veit ekki. Næsti, þessi var einn, hvernig var þessi? 3 og 5? Máttu reyta? 3,2, ok. Sko, næst er aðeins meira soft. Sko, virkar eiginlega líka bara vel í stóru fyrirtækjum og kjöraðstæður þessi er að það er svona bíf milli hæða eða deilda eins og vill oft verða. Já, það er raunverulegt sko. Það er alveg... Já, bara, þú veist, heyrðu ekki þið verið að koma niður á klósettinu á annari hæð og þessi, þú veist, menn fólk þekki þetta. Þetta er okkar klósettpapír og eitthvað svona, sko. Þú þekki þetta alveg, samt margar sögur þessu. Að hér er þjóðráð, ef þú ert ég sést þín deild er tilbúin til að fara í þetta bíf hér er þjóðráð að fara á næsta leikskóla í grenndinu og verða sér út kláðamör taka síðan kláðamörinn og það þarf að gæta alveg bara passa sig, vera í hönskum og öllu dótinu taka kláðamörinn og koma þá fyrir á klósettum hjá hinni deildinni og hvað ætlar að finna, eða þú veist, á leikskólum eru kláðamaurar út allt það? Bara krakka klónandi sér í rassinum og þetta gengur bara njálg eða? Nei, kláðamör. Googlaðu kláðamör, þá sérðu hvað ég er að tala. Okay. Og þú kemur því fyrir á vinnustofum með klóstum hjá öðrum. En, þú veist, bara ef við tökum hérna dæmi að bíf milli Símans Pay og þjónustuversins, þá myndi örvar í Símanum Pay verða sér út af kláðamör, kemur fyrir í þjónustuverinu. Bullandi vesen maður. En þetta er samt svona alveg dæmi þín deild þarf að vinna heima alveg bara, þetta er bráðsmitandi helviti, sko. Þú vilt eiginlega ekkert fá þetta inn á vinnustæðin nema þú sér bara full force. Fuck around. Þetta er alveg, þessi svín grófur sko. Ekki svo oft? Nei, þessi er grófur sko. Ok, ég var nefnilega með aðeins grófara útgáfanum sem ég ætla að taka, svona alternative version að það er sérst að fara á klósettin hjá deildinni, þú veist, ef það er milli hæða eða eitthvað svona og hengja upp varúð kláðamör vinsanlegast sótthreinsi setuna og hurðarhúna hengir upp bara út allt en passar að sé ekki svona sótthreinsi eða sápa að spritbrúsin sé tómur þannig að fólk svona byrjar að panika skemmtilegt áttu þá við samt sko þannig að þú sérði þetta í rauninni þú veist, þetta er andlegt sko hitt er líkamlegt, þetta er andlegt þá horfur bara fokk, það er kláðamörina í fyrra þá veit enginn að hann er að fá kláðamör það er bara viðbjóður sko en í seinna þá byrjar að hugsa bara heyrðu, mig klæri í olbúðana hérna svo er þetta líka sko talaður þetta að vera aftan á hurðinni nei bara þú veist, þú kemur bara inn á klósett lokar, þá stendur bara miði fyrir ofan setuna og þú er bara, já ok, býtu að kláðamör þetta væri samt gott sko upp á að hengja þetta aftan á hurðina þú tekur ekki eftir því, þú bara lappa beintir á klósett já, svo þegar þú ert búinn að sest eða eitthvað, þá sérðu þetta hefur þú notað þennan á þér? Nei, nefnilega ekki, ég með svona, þetta kom upp í hugan sko þetta getur verið þetta gott þú ert góður í þessu þetta er eitthvað svona átt og þá að vera þá er rauninni þarft að skiptir einhver máli þó þú sett með spritbrúsana tóma eða ekki nei fólk er búið að verða andlegt sko mörnum að bráð já, þetta er skemmtilegt og það er minni fyrirhöfn í þessu þú þarf bara að skrifa textan og prenta út og hinn er í andlegri ángist bara einhverja tíma skemmtilegt síðasti, það er svona fuck around and find out vinnustad Jamgrím og ég kalla þennan hot banana og ég veit eiginlega ekki hvort þetta megi í dag þetta var mjög algengt hér áður sko, ok general setup er að vinnustæðurinn er bara jam einhvers staðar þú veist, bara fer saman á þjóðhátíð eða útilega eða bara einhver prjónar yfir sig í staffapartíinu að það er að passa upp á það einhver eitt sem tók með þessi banana
og mjög mikilvægt í dag að strákar gera þetta við stráka og stelpur við stelpur bara Okay, don't cross any boundaries best ef það er hægt að biðja leyfi en það er eiginlega ekki hægt í þessu gríni sko og sko ef einhver drepst áfengistöða þá er bananum laumað í nærbuxurnar að aftanverðu sérst hann er opnaður ok, hvert að fara með þetta? Nei, og svo liggur viðkomandi bara á banananum og þú veist, þetta er ekkert no harm done, skilur þetta er bara þú veist, en hann kremst allur og þú veist, sveittur að vakna og fyrsta sem þú gerir þetta er náttúrulega ógeðslegt þetta er svolítið ógeðslegt, sko, þetta er svona nettur þetta er hot banana en ég ætla að vara við þessu ég er nefnilega, sko, ég hef ekki oft lent í barsmiðum en það var eiginlega alltaf út af þessu þetta var ekkert svakalega vinsælt þannig að þú hefur stundað þetta við vorum svolítið að stunda þetta fyrir svona 15 árum ég vaknaði eins og með hænu upp í á mér eftir djam það var út á Sveitasetri og hérna vinur minn ég í rauninni vaknaði bara leið og hænan var komin sko upp í rúm bara vaknaði með hann í fanginu og tók stíl í það? Nei, ég bara panikaði þetta er óþægilegt sko. Ég veit ekki sko með hot banana farið valið, við erum með góðum vinum það þarf að vera einhver mjög náinn vinur held ég svona, og hann þarf líka að hafa húmor fyrir þessu maður eiginlega hætti þessu, það hafði engin húmor fyrir þessu sko þetta er alveg 4,5 stjarna 4,5 og kláðamörinn fekk hvað? Já, hann er alveg sko með minni útgáfu fer hann í 4 sko já, hann er svo andlegur þú ert bara, Jesús, hvaða ógeð er hérna sko ekki búin að koma neinn tilkynning inn á fyrirtækis neitt, svo bara serðu þetta aftan á hurðinni þetta er heldur gott já, ég þakka fyrir þetta ég veit að það eru mjög margir ánæðir hérna úti að hafa fengið þetta já, bara eða í stóru fyrirtæki endilega notið þetta óspart farið varlega í bananu, ég kannski sé aðeins eftir að hafa komið hann í lofti nei, bara fuck around and find out, sagði einhver herðu að lokum, ég er að fara í hafið núna ég ætla að fá mér hádegismat sko, ég ætla vissulega ekki í saltfisk krókettunar en ég fór í saltfiskin, ég man ekki hvað dressing þetta var, ógeðslega góður saltfiskur með dressing? Nei, eða svona, þú veist, tilbúin réttur nú þarf ég eiginlega að finna það sko til að segja, ég fór í þetta daginn og ég er eiginlega hooked þannig að hérna farið í hafið takkið tilbúna máltíð, farið svo í karteplu krösti ógeðslega gott sko. Ég er bara með eina spurningu fyrir þau alltaf þegar ég lappa inn, ertu ekki með eitthvað á grillið og þau mæla bara með hvað er best að grilla á nú er náttúrulega seasonið að koma það er enda talandum seasonið, Strandvegin hófst í fyrradag og ég held, hún hófst í gær og ég tók stöðuna fyrir vestan þetta voru 38 bátar hjá sama Búlingavík ef allt er með feldu þá er þetta svona 25 tonna þorski sem átt að koma á land í gær og það verður mjög áhugavert að sjá með þessu og við munum fylgjast með núna við munum fylgjast gaumgæfilega með hvort að verða á mörkuðum fara að droppa það hefur oft viljað verða að þegar frambúða Strandveginni dettur inn þá draga aðri sig aðeins tilbaka og leyfa þessu að fleytast en það getur haft áhrif á verði ef það er svona kemur á mikið frambúðin þannig að við munum bara fylgjast með því allavega, þið getur farið í hafi og fengið góða rétti það er allt til allt þar þökkum hafinu fyrir og við þökkum ykkur kæru hlustendur fyrir að hlýða á okkur hér í dag þetta var alltaf langur þáttur held ég alltaf langt nei, fólk hefur gaman að þessu aldrei á langt við verðum aftur með ykkur næsta föstudag en það er kannski lægi að tilkynna þessu það við erum með smá í pókahotninu gæti farið svo að við munum byrja með nýjan þátt jável í kringum pingjuna nú, hvað það? Pingja fyrir business sjáum til með það sjáum til gæti farið svo herri, kæru hlustendur við þökkum kærlega fyrir í dag hafið frábæra helgi og munið að grillið og chillið það er aðalsetningin í dag það verður lokaorinn hér í dag takk bless